Jafna beinrar línu er jafna sem er með tveimur óþekktum stærðum, yfirleitt táknaðar sem x og y, og er hægt að umrita á formið y er sama sem einhver x sem er venjulega táknað h. H-ið stendur fyrir hallatölu, það getur hvaða tala sem er komið inn í staðinn fyrir h-ið, pluss k. Og k-ið er aftur tala sem að er skurðpunktur við y-ásinn. Það er að sýna ykkur hvernig það þýðir. Þetta getur til dæmis verið svona, eins og þessi jafna hér. Þannig er ég búinn að setja einn tölu fyrir h-ið og aðra tölu fyrir k-ið, pluss 3 hér og pluss 1 hér. Þegar ég teikna jöfnuna í hnitakerfi, að þá byrja ég á að skoða skurðpunktinn við y-ásinn, hann er í pluss 1, þá merki ég einn punkt í y pluss 1. Þetta er x-ás og þetta er y-ás. Og síðan er hallatalan 3, þessi tala hér. Það þýðir ef ég fer 1 reit til hægri, þá fer ég 1, 2, 3 upp. Þar teikna ég næsta punkt. Svo ger ég bara þráðbeina línu í gegnum báða þessa punkt og þá er ég búinn að teikna jöfnu línunar. Ég get líka búið til gildistöflu og þá setjum ég inn -2, 0 og 2. Það er betra að setja inn fleiri tákn en ég er að gera. Og 3x pluss 1 er jafnt á y. Ég skrifa þetta bara öfugt. Svo ger ég 3 sinnum -2 pluss 1. 3 sinnum 0 pluss 1. 3 sinnum 2 pluss 1. Það var að sinnum hérna. Og svo reikna ég bara út úr þessu. 3 sinnum -2 eru -6 pluss 1 eru -5. 3 sinnum 0 er 0 pluss 1 er 0. Er 1 segi ég og 3 sinnum 2 eru 6 pluss 1 það eru 7. Og þá er ég komin með punktana -2, -5, 0,1 og 2,7. Og ef ég fer nú að teikna þessa punkta inn -1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Það er kannski ekki rosalega nákvæmt línur hjá mér, en þá lendi ég á línunni. 0,1 er hér, er á línunni, og 1, 2,7 er á línunni, er hér ykkur staðar. Við fáum sömu línuna hvort sem við notum þessa aðferð eða aðferðina sem ég notaði að finna fyrst skurðpunktinn á y-ásnum og svo hallatöluna.